Ég greinist með brjóstakrabbamein og brjóstakrabbameini var búið að dreifa sér. Það var komið í hrygginn á mér og í beinin í mjöðmunni. Fer inn með sjúkrabíl inn á bráðadeildina því að hryggurinn á mér hafði gefið sig. Ég eiginlega hugsa ekkert út í það að þannig sé veik. Þetta er bara áskorun sem ég þarf að tækla. Ég er á náttúrulega sterkum verkjalyfjum til þess að lifa út daginn. En ég held að ég sé þannig típa að ég get ekki setið kyrr. Alveg sama þótt að mér sé fara að finna til í bakinu eða í mjöðmunum. Ég einhvern veginn held alltaf áfram. Reiðin, hún svona ætlaði að grípa mann fyrst til að byrja með, en sem betur fyrir náði ég að tökum á henni og náði að slökkva á henni. Ég hlói á mér með því að fara að hitta vinkonur mínar á kaffihúsi og ég er mikið í handavinnu. Ég er að prjóna, ég er að skera út, ég er að sauma. Vakna bara á hverjum degi og maður ætlar að gera eitthvað skemmtilegt yfir daginn. Maður er einhvern veginn sáttur þegar maður kemur heim dauðþreyttur eftir að hafa skilað góðu af sér í hjartanu, eiginlega meira heldur en kannski í einhverju öðru. Strax í upphafi þegar ég greinist, þá átti ég eiginlega mín fyrstu skref bara innan Krabbameinsfélagsins. Sú aðstoð sem ég fekk þar til dæmis var að tala við sálfræðing, félagsráðgjafa. Einnig komst ég á námskeið hjá þeim, í slökun og í snyrtinámskeið. Það var ýmislegt sem var boðið upp á hjá Krabbameinsfélaginu og þeir svona hlúðu að mér svona í fyrstu skrefum mínum sem krabbameinssjúklingur. Þetta er bara hlutur sem að fellur að lífi mín í dag. Þannig að ég geri þetta bara eins og að fara í vinnuna mína. Og núna í dag er þetta bara rútína hjá mér að mæti blóðprufu eða segulómun til þess að passa upp á það að krabbameini sé ekki að dreifa sér. Þetta er sagan mín, en hún er ein af fjölmörgum. Kaupum bleiku slaufuna, Krabbameinsfélagið.